Starfsemi bókasafna landsins tekur breytingum á haustin. Við erum stödd í bókasafni Húsavíkur. Hlutverk safnsins það sama og annarra sambærilegra safna að veita öllum greiðan aðgang að fjölbreyttum bókakosti og öðrum miðlunargögnum og síðast en ekki síst að efla íslenska tungu, stuðla að símenntun og efla lestrar áhuga. Kristín Magnúsdóttir bókavörður segir að vetrastarfsemin sé það bil að hefjast. Skólafólk verði meira áberandi en yfir sumarmánuðina. Leikskólarnir eru duglegir að koma á veturnar. Svo eru þau duglegir að koma hérna bæði úr túni og svo úr miðjunni. Miðjan svona staður þar sem fallaðir hérna koma saman og gera ýmsa hluti. Þau koma mikið hérna að sækja sér bækur. En hérna á Húsavík framhaldsskóli, þannig að framhaldsskólakrakkar væntanlega sækja mikið til ykkar. Já, þau koma hérna og sækja heimildir og nú nýtt hjá okkur að hérna allir þeir sem eru í skólanum hérna, framhaldsskólanum á Húsavík, fá frítt bókasafnsskírteini. Þannig þau þurfa ekki að bera kostnaði að koma og fá að lána bækur hérna, sem gott. Hvaða þjónustu eru þá krakkarnir að sækja hingað? Þau eru að sækja bara mikið heimildaleitt fyrir ritgerðarvinnu og aðra verkefnavinnu. Sumir náttúrulega koma og nýta sér það og fá sér skáldsögur með, en það ekki mikið það svo sem. En dæmi það að nemendur framhaldsskólans komi hingað til dæmis til þess að læra undir prófið að skrifa ritgerðir? Það alltaf eitthvað. Við erum með smá aðstöðu, mætti vera betri en við höfum hérna smá aðstöðu til það sem þau geta sest niður og lært og við erum með þráðlaust net, þannig að þau geta nýtt sér það líka. Svo rosalega vinsælt hérna hjá okkur inn í barnadeild að við erum með borð og við erum með myndir til þess að lita. Það mjög vinsæll staður hjá yngstu kynslóðinni, setjast þar aðeins niður og lita svona á milli sem þau skoða bækur. En koma foreldrar með börnin sín til þess að ég bara kynna þeim bókasöfn? Já, það mikið það. Það mikið að bara eftir leikskóla þá kannski svona einhver gæðastund, þá koma þau mikið hérna á bókasafnið og kíkja hérna og dunda sér og það voða gaman. En svona almenningur verður breyting á lestrarhegðun almennings svona á þegar haustið að koma og veturinn handa við hornið? Ég veit það ekki. Margir náttúrulega eru í sömu hlutunum allt árið en aðrir vilja léttara efni yfir sumarið og fara þá í svona meiri bækur á veturnar. Einhvern tímann sá ég einhverja tölfræði að konur væru duglegri að sækja bókasöfn heldur en kallar. Það þannig hérna líka? Já. Meiri hlutin af okkar landþegum eru konur, vissulega. En þær eru líka mikið að sækja fyrir alla fjölskylduna. Þannig að það alveg áberandi að þær taka fyrir mannin líka. Þannig að þeir eru alveg að lesa, þó að þeir sé ekki duglegir að koma. Hvers konar lesefni nú vinsælast? Glæpasögurnar eru náttúrulega rosalega inn í dag og búin að vera núna síðust ár. En rauðu ástasögurnar, þær eru held ég það vinsælasta sem við bjóðum upp á. Það beðið eftir þeim í hverju mánuði, skal ég segja. Við erum með áskrifundur hér af rauðu ástasögunum. Nokkrar konur sem fá þær í áskrift hjá okkur. Þær eru fyrstar til að fá að lesa bækurnar. Og alltaf biðlisti? Já, það allavega þessar 3 ár sem að þær bíða og svo þetta farið út halvun leið og þetta kemur inn. En svona bara út frá uppeldislegu hlutverki, hversu mikilvægt það að kynna bókasöfn fyrir yngstu kynslóðinni? Ég held að það sé mjög mikilvægt. Bara halda lestri að krökkunum, þetta bara grunnurinn að öllu. Það bara svolítið svoleiðis. Þannig mér finnst það mjög mikilvægt að þau komi hérna og við reynum alltaf að þegar þau eru 6 ára börnin þá geta þau komið og fengið bókasafnskort hjá okkur. Þeim finnst það oft mjög spennandi og gera það mjög gjarnan og koma þá hérna eftir skóla og kíkja eins í bækur og það þykir okkur vænt um.